Iceland Winter Games á N4 í boði Avis, Stefna hugbúnaðarhús og 66° norður. Í þættinum í dag, líkt og í síðustu viku, verða íslensku vetrarleikarnir Iceland Winter Games í fókus. Í þessum þætti fjöllum við vasaljósagönguna, sleðahundamótið á Mývatni, snjóbrettin, vélsleðana og heyrum svo í skipuleggjendum Iceland Winter Games hvernig gekk og hvað framundan. En við byrjum á gönguskíðanámskeiði í Hlíðarfjalli. TFG Símsen þeir hafa verið svo frábærir að styðja okkur skíðagöngumenn í Skíðafélagi Akureyrar að bjóða upp á skíðagöngunámskeið og við leggjum til búnað fólki að kostnaðarlausu, þannig að þetta bara almenningi að kostnaðarlausu að koma og prófa gönguskíðin og það hefur bara verið vel sótt og þetta þetta í fimmta árið sem við gerum þetta á. 4-5 skipti, 4-5 dagar í hvert skipti. Flestir nú bara alveg byrjendur og margir byrjendur og margir hafa ekki mikið farið og vilja svona bæta kunnáttuna eða bæta sig í íþróttinni til þess að hafa meira gaman að þessu og geta gert betur og notið þess betur. Þannig að það rauninni svolítið allir skalinn en mjög mikið byrjendur og margt fólk sem hefur aldrei farið. Við viljum alltaf sjá fleiri og til þess þessi námskeið rauninni gerð. Við viljum alltaf sjá fleira fólk því að þetta frábær íþrótt, frábær útivera og við sem búum í þessu frábæra landslagi að nota náttúruna þennan hátt. En það alltaf töluverður fjöldi og bæði á skíðagöngusvæðinu upp í Hlíðarfjalli og svo líka fullt af fólki sem nýtir sér Kjarnaskó og það nefnilega svo frábærar aðstæður þar og þar standa þær vel að málum þar að tróða brautir og frábært að skíða í skóginu, það er ekki veður í fjallinu Það með skilti, ekki labba í sporinu? Nákvæmlega, ekki fótgangandi en þú lappar í sporinu og skíðunum. Þannig að það alveg dásamlegt Nú ert þú að koma á gönguskíðanámskeiði, hvernig gekk? Bara ljómandi vel fannst mér. Þetta fyrsta skipti sem þú prófað svona? Ég fór einu sinni að skíða í fyrra, bara ein. En það var rosa magnað að fá tilsögn og svona vita betur hvernig maður á að beita sér á, alveg magnað. Ertu mikið að prófa eitthvað svona nýtt? Já, stundum. Svona. En kannski ekkert eitthvað hættulegt. Ég heyrði því flektin áðan að þú væri frá Suðurnesunum. Komstu bara hingað til að horfa á gönguskíðanámskeið? Nei, önnur tilviljun. Ég reyndar hér, ég verð að segja það En ég bý hérna, en ég kom nú bara út af öðru og datt svo bara inn. Ætlarðu að koma aftur á ári? Já, bara þegar ég á ferðinni, eða námskeið allavega og líka bara, þetta svo fín braut hérna. Þannig að þú stílar þína ferðir hingað inn á námskeiðin? Já, mér finnst alveg magnað. Núna svo margir kennara líka. Á vetrarleikunum stóð gönguskíðadeild SKA fyrir vasaljósagöngu í Hlíðarfjalli. Þá voru ljósin slökkt í 3,5 km hringnum og þáttakendur þurftu að treysta á eigin ljósbúnað til að lýsa sér veginn brautina. Þeir eru
Ég líti hérna upp í brekkuna og sé að ljósadýrðin mikil. Hvað í gangi hérna? Við erum með vasaljósagönguna, kallum við þetta, sem við byrjum með fyrir þónokkuð mörgum árum þegar Jelleigangur fór á stað og hluti af dagskránni þar. Þannig hér slökkum við ljósin í brautinni og þetta hefur mestmegnis verið krakkar og ganga þá með bara sína eigin lýsingu og svo eru við þá verðlaun fyrir frumlegustu og fjölbreyttustu lýsinguna, þannig að þau eru með ýmislegt hengið utan á sig jólaseríur eða hvað sem þetta er ekki endilega bara höfuðljós. Ertu búinn að spotta sigurvegara? Það eru nokkur sem koma til greina. Það ættir að fá niðurstöðu í það, í dómnefndinni. Ég sé allavega að það er mikið að frumlegheitum hér. Er það svolítið sem að snýst líka? Já, það er verðlaun í gang út af það. Það er það sem er frumlegasta lýsingin og svona sem er mest öðruvísi. Ég sé að það eru alveg börnir í 2 ára hérna. Er þetta svona partur að reyna að fá fleiri fólk til að stunda þessi íþrótt? Já, skíðagangan er fyrir alla. Þannig að við erum krakkar, 2 ára og þess vegna yngri og alveg eldra fólk líka. Það eru allir velkomnir og allir geta stundað gönguskíði. En núna í vasaljósagangan hefur verið svona ráðandi að krakkarnir eru fjölmennasti hópurinn. En allir velkomnir. Hér fá allir vöfflur og góð getið eftir á? Já, við reynum að vera með veitingar á eftir. Þannig að þetta var bara að vera skemmtilegt og vera gleðilegt saman. Er þetta einhver tenging í vasagönguna, vasaljósagangan? Þú ert nú nýr punktur sem við kemum með, það hefur ekki verið hingað til. Þannig að þetta er fyrst og fremst bara í lýsinguna. En það er góða tímapunktur núna, vasagangan var núna bara síðustu helgi. Þannig að við erum nú meðal annars voru 3 aðilar sem tóku þátt þar. Hvernig gekk þeim? Þeir voru ekki með flottust lýsingun, ég get sagt það strax, þó að ég ekki búið að krýna sig við þeirra. Á vetrarleikunum fór fram glæsileg DC og GoPro snjóbrettakeppni á Ráðhústorginu á vegum brettadeildar skíðafélags Akureyrar. Keppt var á boxum og rörum eða reilum í 3 aldursflokkum, 10 ára og yngri, 11 til 14 ára og svo 15 ára og eldri. Keppnin var fjörug og flott eins og sjá má á myndunum. Það var heill hellingur af skíða- og brettafólki allstaðar að úr heiminum sem lagði leið sína til Akureyrar á Iceland Winter Games. Frá Bandaríkjunum kom til dæmis 6 manna skólahópur ásamt 2 leiðbeinendum. Yngsti meðlimur hópsins, hinn 12 ára Miles B. Barrett, gerði sér lítið fyrir og sigraði keppnina í fríski brekkustíl í flokki drengja 12 til 15 ára. Við hittum annan kennaran, Rory Flynn, og hann sagði okkur frá skólanum, ferðalögum þeirra og heimsókninni til Íslands. Gould Academy is a college preparatory boarding school. Approximately 230 students at the school. Particularly, we run a lot of winter programs. We're based in Bethel, Maine, which is right near Sunday River. But of the whole school population, most of the kids participate in some form of snow sports, whether it be ski racing or snowboarding or free skiing, if you will. I think that, I'm not sure if that answers entirely your question. It does, and there's 8 of you here, 2 teachers and 6 boys. Yep, we have 6 athletes, youngest being 12, who is working his way into the full-time high school program, and then the oldest is 18. We have a couple of them, and then myself and another coach, so there's 8 now.
And are all of you competing at Iceland Winter Games? The kids are competing. The coaches, we won't be. We'll be sort of helping usher them through and doing some filming and photo taking and the rest of the accommodating for the travel and whatnot. And are they, what's their specialty? Like, they're free skiers? Yeah, this group particularly are free skiers. They spend the whole winter competing to one level or another. Most of our traveling has been in the States, but a few of them are really familiar with relatively high level events, and some of the other guys are just getting into it, but loved the opportunity to come and explore a new place. And now you're in Iceland, but you do travel quite a lot. Tell me a bit about what you've done and what you're planning to do. Yeah, we start off our season with some early season training in Colorado, and then we come back when our mountains are ready to ski and train on. And then in January we start traveling to competitions. We do Eastern events, predominantly with big groups. We drive as far as Pennsylvania to go to some, following what is called the Rev Tour, the Revolution Tour. But then a smaller group travels as far as California. We did a long road trip where we flew to California and then we drove to Utah, and from Utah to Colorado and then back home, which was just before we came here. This must be quite expensive. It is not cheap, no. Yeah, but it's a great opportunity, and you know, the guys who are interested and willing to do it, you know, make it happen. They find a way to make it happen. And while you've been here in Iceland, have you managed to travel a bit around the area? Yeah. We've actually, of course, the games are only for a few days specifically for our guys, but we've made the trip around a 8-day, 10-day schedule, including the traveling. And of course, we started in the southwest and we've made our way north and gone east, looking at all the sites, waterfalls and volcanoes and hot springs and all the fishing towns, and done a little bit of skiing in the mountains on our own, doing some touring around. And so far, what do you think about the skiing conditions, the snow and the... There's a lot of snow. Right now, it seems like we've kind of hit the tail end of the winter as sort of the snow is disappearing. But you know, if you're willing to work for it, there seems to be some fun snow out there. It's a beautiful place. It's nice to be on the water and, you know, be out in a very different landscape for us. And have you learned any Icelandic? Oh gosh, I've tried really hard, but I'm very bad at pronouncing most things. Our alphabet and language is so different that I try to pronounce things in a way that we've learned how to speak, and it's really bad. So I think I have Reykjavik and Akureyri, sort of ish. I'm really bad. You still have a few days, don't you? Yeah, I'm trying. Einn liður í íslensku vetrarleikunum var Íslandsmeistaramót Sleðahundaklúbbs Íslands í kúski á hundasleða og skíðum sem framfór á Mývatni. Keppt var í fjölmörgum greinum í karla- og kvennaflokki og má þar nefna 5 og 10 km sleðakús með 2 hunda, 3-4 hunda eða 4-6 hunda, 2 og 5 km skíjöring með 1 eða 2 hunda og svo 500 metra hundasleðakeppni með 2 hunda. Einnig var keppt í barna- og unglingaflokki. Veðrið var til friðs á Mývatni og virkilega myndrænt og fallegt að fylgjast með samvinnu manna og hunda. Næst það vélsleðaprjónið, en fyrst skulum við líta í verslunina Mótul, en þar eru menn sem vita allt vélsleðasportið. Byrjaðu að segja mér aðeins frá í hverju keppt á svona vélsleðum á Iceland Winter Games. Það prjónkeppni, stökk og spyrna. Og það einhverjir mismunandi flokkar í þessu öllu. Hvernig þetta flokka niður? Það eiginlega bara í spyrnunni. Það bara standard og breyttisleðar. Og hérna erum við með eitt svona breyttan sleða. Geturðu sagt mér aðeins frá honum? Þetta gamall Brette Rasmussen sleði og þetta turbo.
Ég hef búið að pínu peningi í hann og það eru nokkri svona á Íslandi sem kostar dálítið mikið. Hvað kostar svona sleði? Nýtt. Það er bara, hvað viltu láta það að kosta? Hvað kostar til dæmis þessi hérna sleði? Þessi er núna að vera 3 ára gamall og hann kostar 2,8. Og keppnisgreinarnar eru 3, prjón, stökk og spyrna. Getur þú útskýrt aðeins fyrir mér til dæmis prjón? Hvað felst í því? Þetta eru bara tilþrif. Þetta þarf ekkert að vera lengsta prjónin eitt svoleiðis. Þetta er bara svona, hvað er flottasta prjónið? Og í fyrra voru 2 sem að tvímennuðu eitt sleða og þeir setta hann alveg upp á afturstuðarann og náða að halda honum þannig og hlupa eftir honum. Það var pínu spes að sjá það og þeir fengu fyrstu velun. Ok, þannig að þetta er svona frekar opið, það er ekkert svakalega reglur eða eitthvað? Nei, þetta er bara flottasta prjónið, það er þannig. En spyrnan og stökkið? Það er svona pínu nýtt, þetta er ekkert verið gert áður. Það er nýr rampur sem þeir að vera að stökkva á og hann er alveg stór. Hann er tæpið 3 metrar á hæð áður en þeir fara í loftið og þetta á að vera tæpið 20 metrar sem þeir stökkva. Og gera þér svo einhverja kúnstir í loftinu? Það er bara flottasta stökk í vinnur og það er svona pínu tiltrý í gangi og þetta er rosa flott út að þetta er ekki smá stökk. 20 metrar löng og örugglega ég veit ekki 5-6 metrar í lofti sko, þannig að þetta er alltaf álveru. Og eru margar svona keppnir haldnar? Nei, þetta er rosalega mikið umstangi í kringum þetta og þetta kostar peninga og menn er ekkert alltaf með þessa peninga við hendina til að halda þetta. Þannig að það er eins og margir sem að leggja hönd á plóg og gefa vinnuna sín í kringum þetta. Bara nákvæmlega eins og í kringum þessa keppni sko. Þetta er, snjórinn kemur ekkert að sjálfu sér og það þarf að móka slatta á honum og... Þetta er stór hættulegt líka, er það ekki? Alveg, jú, getur allt komið fyrir. En segjum við frá hérna síðustu keppnisgreininni, spyrnu. Spyrnan hefur alltaf verið stór og hefur alltaf verið á éljagangi og núna búin að samina þetta við Winter Games. Og þarna kemur alltaf alveg hugafólki upp í Liðafell og er bara rosa gaman og er standard og breyttir. Standard er bara sliðið sem kaupi sem er alveg óbreyttur og breyttir náttúrulega eru bara frá því að vera smápínu breyttir nánast og upp í bara 500 hestir. Vegna veðurs var einungis keppt í prjóni á vélsleða þessa helgi en keppt verður í hinum vélsleðagreinunum laugardaginn 4. apríl næstkomandi. Þrátt fyrir að veðrið hafi kannski ekki verið með besta móti, eru skipuleggjendur íslensku vetrarleikana ánægðir og sáttir. Við erum bara í skýjónum eftir þetta. Við erum alveg bara alsælir með þetta og
auðvitað fengum við náttúrulega þarna ekkert sérstakt veður á tímabili en bara með góðri skipuleggingu þá tókst þetta bara alveg einstaklega vel. Við vorum allsalir. Ég held að það sem svona stendur upp úr er að allir þessir erlendu keppendur og erlendu gestir og fréttamenn sem voru hérna hvað þeir voru gríðarlega ánægðir með skipuleggingu og það að við skildum taka slaginn og færa mótið fram og halda keppnina. Þeir sögðu flestir að alls þar annars þar hefði þessu bara hreinlega verið aflýst. Já, þessir erlendu keppendur hafa allir talað það að þetta svona veður ekkert einstakt hérna á Íslandi. Þeir hafa ekki tekið þátt í einni keppni þar sem hefur verið almennilegt veður. Þannig að það skapar kannski bara svona skemmtilegri aðstæður? Ég held að það er frekar unni með okkur heldur en hitt sko, því að þeir voru svo ánægðir með að við skildum taka slaginn og halda mótið og klára það. Og þeim fannst þetta bara ævintýri að vera með í þessu. Keppnin átti að fara fram á laugardag, við færðum hana fram á föstudag vegna veðurs. En þetta er bara partur af því að halda svona vetraríþróttahátíð sko, að við breytum veðrinu ekkert og þetta gekk allt bara eins og í sögu sko. Og þið farið bara strax að skipuleggja næstu vetrarhátíð eða hvað? Já, það er bara, við verðum með þetta náttúrulega á ári og á svipuðum tíma og bara erum byrjað strax að skipuleggja það og eigum vona á því að þetta komi bara til með að stækka og allir þeir erlendu keppendur sem komu núna, þeir eru bara ákveðnir í því að koma aftur á ári. Þannig að við eigum vona á enn fleiri erlendu keppendum á næsta ári. Vegna veðurs sem við erum búin að koma inn á hérna áður, þá gátu þið ekki haldið alveg allar vélsleða keppninnar sem áttu að vera. Hvernig verða páskarnir hjá okkur núna? Já, það var þarna sleðaspyrna sem átti að fara fram á laugardeginum og sleðastökk sem átti að vera á Glerártorgi. En vegna veður þá var ákveðið að fresta því og við ætlum að halda það bara á páskana, laugardaginn 4. Þá verðum við með þessa keppni upp í Hlíðarfjalli. Og þetta er allt íslenski keppendur, er það ekki? Jú, það er allt íslenski keppendur sem er að keppa þarna. Iceland Winter Games á N4 í boði Avis, stefna hugbúnaðarhús og 66 gráðu norður.